spennugjafi, hérna pluss, vangalínan alltaf pluss, 1 viðnám hér svona og svo 2 hérna hliðtengt. Svona. Og þá tekur það að straumurinn í gegnum R1 hérna sami og straumarnir hér báðir saman lagðir. Hér ykkur straumur, hér ykkur straumur, hann lagður saman við straumurinn hér. Og þetta hér 23 ohm hérna, þetta R1 hérna, 23 ohm, þetta 12 ohm hér, og þetta 14 ohm hér. Þetta R2 og þetta R3. Og spennan hérna 50 volt hérna. Og fyrst byrja ykkur að finna heildarviðnám hérna, það hér. Og þetta bara eins og við séum með sem sagt bara 2 viðnám hérna. Svona. Þetta bara svona. 12 ohm hérna og 14 ohm hér. Og þetta sem 1 viðnám, hvað það? Það bara 12, tökum hérna bara 12, sinnum hérna 2014, deilt með 12 pluss 14. Ég veit að svarið minn en 12. Það alltaf lægra viðnám en minnsta viðnámið. 12 sinnum 14, deilt með svíinn, 12 pluss 14, svíi lokast jafnt og 6,5 ohm. Segjum það bara, þetta 6,46 ohm, 6,5 ohm. Ok? Þannig að það má taka þetta hér út. Þessi græni hérna, gæi, hann 6,5 ohm. Svona. Og þú tekið sér 2 með burtu og þú tekið nýjar ás og hún hefur spennugjafinn hérna og R1 hér, hérna, 23 ohm hérna, 23 ohm og þessi 2 hér jafnt og 1 sem 6,5 ohm. Og þá heildavið viðnámið í rásinni, þú maður finna það til að finna heildarstrauminn. Þetta þá 29,5 eða ekki, 29,5 ohm og hér 50 volt. Þannig að hér, straumurinn, deilt spennu. Svona, deilt með R, 50 volt, deilt með 29,5 ohm. Út úr þess fáið þið einhvern straum. Og sjá. 50 deilt með 29,5 ég segjum bara 1,7 ampere 1,69 eitthvað 1,7 ampere þannig að straumurinn hér 1,7 ampere hér og hér líka þá sjáðu hérna, hér líka 1,7 ampere og hér út úr þessu hérna 1,7 ampere ef við vitum ekki hvað mikill hér eða hér og nú erum við bara búin að finna heildarstrauminn í rásinni. Þetta, þar að við finnum heildarviðnámið, tökum þessu 2 hérna saman og finnum út að það 6,5 ohm. Það var svona og svona, þetta viðnám og þetta hérna og þetta þá endar svona. 29,5 ohmum, 1,7 amperum. Og þá, sjá, hvað var næsta skref hjá okkur? Hvað beður næst í þessu dæmi? Hver spennan yfir R1 og hver spennan yfir R2 og R3? Hver spennan hérna yfir og hver spennan hér yfir? Þið vitið núna R1, hérna bara tekna R1 upp í það, þið vitið að straumurinn hér 1,7 ampere og þið vitið að það 23 ohm. Þannig að spennan yfir það bara straumurinn sinnum viðnámið. U jafnt og I sinnum R. 1,7 ampere sinnum 23 ohm. Út úr þess að fá við einhverja spennu. Sinnum 23 ohm, sinnum 23. 38,9, segjum bara 39 volt. 38,98. Þannig að spennan hér, bara með rauðu,
39 volt. Ok? Spennan hérna þokkar. Þessi spenna mínus þessi er spenna hér. Er þetta ekki 11 volt? Hérna, 11 volt. 39 pluss 11 er ekki 50. Þannig að þið þurfið ekki að, þar að segja, þið reiknið bara út spennu hérna með því að draga bara þessa frá 50. Þið vitið bara að þetta að spenna hér yfir pluss spennan hér yfir er 50 volt. Og nú er nokkuð búið. Ég hef nú beðið ykkur að finna strauminn hér í R2. Í R2. Þá vitið þið að hér eru 11 volt, þar sem þið vitið R2. R2 er þá að yfir það eru 11 volt. Og það er 12 ohm. Og þá finnir þið strauminn í því hérna. I er jafnt og U deilt með R. 11 volt deilt með 12 ohm og fáið út eitthvað staðar 0,9 eitthvað ampere. 11 deilt með 12, 0,91 ampere. Sem væri þá í gegnum hérna leggurinn hér. Hér væri þá 0,91 ampere. Og hérna megin væri þá þessi straumur bara mínus þessi hér, eða þá að finna R3 alveg eins. Þá er bara sama spenna, 11 volt yfir það, en 14 ohm. Og, já, viltu prófa það? Ája, þið skiljið þetta ekki. Að gera það bara. I R3 er jafnt og 11 volt deilt með 14 ohmum. 11 deilt með 14, 11 deilt með 14, 0,78 ampere. Það er hérna niður. 0,78 ampere. Þessi straumur pluss þessi eiga ekki okkur 1,7 ampere cirka. Og sjá, ykkur aukastafi hjá mér. 0,91 pluss 0,78. Já, passar. 1,7 ampere. Sko, takkar, nú erum við búinir með viðnámaflækjunar. Þetta var líklega erfiðasta dæmið held ég, svona blöndur ás. Byrja á einfaldara, gera þessa 2 viðnám að einu viðnámi, 6,5 ohm. Þá komið raðtengd 2 viðnám þetta pluss 6,5 ohminn, finnir heila strauminn, finnir spennuna hér yfir, hún minnist þessi er spenna hér yfir og þetta er fundið straumina hér og hér. Og svo aflið í ykkur viðnámi beðið vatn, það bara margta strauminn sem spenna. Ok, af því að nú er komið leiður. Ok, er þetta hér á hreinu? Styrir þetta? Tell me. Jó. Flott. Nú ætlum ég að fá taka mynd af mætingunni hjá okkur og svo dembum við okkur í leiðarana sem eru ekkert mál nema kannski þegar það kemur hitadótið. Það tók ég myndin á það, ég man það ekki. Og ég bara 2 myndir af þessu. Sjá. Og svo skoða ég líka bara á Teamsinu hverjir Teamsinu skráir líka hverjir hafa mætt. Stundum verða bara að klikka þá á ég þetta á myndavélinni. Og fannst ykkur að fara og hratt yfir þetta? Eru þið ekki konum með þetta? Jú. Svona. Og sko, nú er bara eftir 2 einföld dæmi með leiðarana. Þetta hér er svona, eitthvað hús, eitthvað vír, eitthvað langur og sver og allavega. Hérna, hér er bara aftafla, hér er vinnuskúr, svona, hér á milli, L1, hérna fasinn og nullið og hér eru 180 metrar og þetta er koparvír, svona kopar og hann er 1,5 kvadrat, 1,5 fermillimetrar. Og ég spyr hvernig viðnám leiðarans? R er jafnt á eðlisviðnám sem er lengd deilt með flatarmáli. Er jafnt á 0,018 sinnum 180 sem 2. Það er 360 ekki metrar.
deilt með 1,5 flatarmálinu. Út úr svo fáið frá tölu. 4,32 ohm. Þetta mjög einfalt. Þið þurfum bara að vita eðlisviðnám á kopar, það 0,18. Lengdin báðar áttir, hingað, og tilbaka, sem hér. Og hvað við í sver? Hann 1,5 ferrmillimetrar. Hérna. Búið. Og svo segir ég hér, ef það eru 8 ampere hérna, 8 ampere, hvert spennufallið í vírinn? Og það myndum við tekna nýja ráðsvona. Hér 1 viðnám. Svona. Það 4,32 ohm. Og hér eru 8 ampere. Meira vitið þið ekki. Vitið bara þetta viðnám og ströyminn. Og hver spennan hérna yfir? Hver spennan hér yfir? U jafnt og I sinnum R. 8 ampere sinnum viðnámið 4,32 ohm. Jafnt og 34,56 volt. Nákvæmlega. Hérna ég fyrir aðtöflu hér, gef ég upp að hér eru 224 volt. Og þá spyr ég, hver spennan yfir ofnin? Þess að hver spennan, hérna í þessum ofni hér, hvaða spennu mælið þið hérna, í tenglum hér? Og það bara þessi spenna sem leiðarinn tekur, mínus spenna hér. Þannig að U-opn hérna, U-opn, jafnt og 224 volt, mínus 34,56 volt. Og þetta gefur okkur 189,4 volt, svona cirka. Þið sjá að þetta frekar lág spenna, tæplega 190 volt, sem þið fáið hérna í ofnin. Ef það væri með tölvubúnað, þá þarf ekki að vera að hann myndi virka á þessu, getur fengið bara reyk úr honum. Þannig að það skiptir máli þegar að henda þessum höndum hérna upp eða svona framlendingarsnúrum hvað þær eru sverar. Og þurfum við að fara út í sverari víra eða eru kannski með loftpressu hérna, ljóskastara, ofn og allavega dót. Þannig að spennan svona hangi við 200 voltum hérna. Uppi bara allan annan búnað. Og svo spyr ég ykkur, ef þetta væri ál, ef við færum hérna yfir í ál, AL, aluminium, AL, hvaða viðnám fáið þið þá? Og það bara alveg sama formúlunum hér, nema núna álið 0,03 í staðinn fyrir 0,018. Þannig að R-ál, þetta R-kopar og R-al, það verður þá jafnt og eðlisviðnám, sinnum lengd, deilt með flatarmálið, 0,03, 360 metrar, deilt með 1,5, það allt annað óbreytt. Út af þessu fekk ég 7,2 ohm. Þannig að þetta hér kopar, þetta hér ál. Þetta munurinn. Og þið sjá hvað álið miklu meira viðnám. Næstu 2-falt meira viðnám í ál. Þetta eru álífírar almennt ekki notaðir. Þeir eru líka oft stífari og þeir eru sverari og stífari og já, þetta er alltaf svona aðeins að veltaði fyrir ykkur við ferðið í ál hvort það hendi. Ok, við verðum bara eitt dæmi eftir. Eitt einfalt dæmi með leiðara sem hitnar og kólnar. Þið þurfum að finna viðnámið þegar hann hitnar og kólnar. Og á playlistólum mínum, þar stendur, þar heitir eitt kaflinn heitir viðnám leiðara. Og þar erum við með 4 stutt vídeó, eitt þetta hérna, R bara, og svo 2 þegar að vír hitnar og hitt þegar að vír kólnar. Þannig að heitir leikið ykkur að þessu, þegar hafið hérna playlistan. Dæmið svona, ykkur flækja hérna vír, svona, punktur A og punktur B. Og hvað er gefið upp? Það er gefið upp að hitastigsbreyting á 1 gráðu jafnt og 4%. Þess að delta hiti 4% sem jafnt og 0,004. Og formúlan hún bara delta T sem hiti, temperatúr, sinnum 0,004 sinnum viðnámið við 20 gráður.
Þetta sem við vorum að reikna áðan með 0,018 og 0,03, það sem kopparál, það var við 20 gráður. Þannig að hér er gefið upp að leiðarinn, hann er 500 metrar, hérna, þetta eru 500 metrar og vírinn er 4 fermillimetrar af koppar. Svona. Við byrjum að finna R-ið. Okkur vantar R-ið hérna. Hérna, bara svona. R. Eðlisviðnám, sinnum lengd, deilt með þessu, jafnt og 0,018 sinnum 500, deilt með 4. Þetta er eitthvað tala. Ég fekk 2,25 ohm. Þessi leiðari er 2,25 ohm, hérna milli, 2,25 ohm við 20 gráði hita. Milli A og B hérna. Finnum á hérna, finna þetta hér. Þessi tala hérna á við 20 gráður. Ok? Og nú er sagt, nú hitnar þessi vír upp í 80 gráður. Hvert er þá viðnámið í honum? Og þá er formulan þessi hér. Delta T, það er að segja mismunur á hitastigi, delta T mismunur er jafnt á 80 gráður mínus 20 gráður, það er jafnt á 60 gráður. Þannig að delta T 60. Og þá er það jafnt og, þá er bara 60, þetta myndi þá heita sem sagt viðnámsbreyting. Viðnámsbreyting. Og hún er jafnt og 60 gráður sem er, við farið úr 20 upp í 80. Hitt er 60 gráður, sinnum 0,004 og sinnum viðnámið sem er 20 gráður hérna, sinnum 2,25. Og þess að fá einhverja tölu og þá, þetta er sem sagt 0,54 ohm, 0,54 ohm. Þetta er viðnámsbreytingin. Við vorum með 2,25 ohm og nú leggjum við þetta við þetta hér til að fá heildarviðnámið þegar hann er búinn að hitna vírinn. Þannig að þá er það viðnám við 80 gráður. Er jafnt og 2,25 ohm, þau voru fyrir og svo leggstu við þetta hérna 0,54 ohm. Ef hann hefur kólnað vírinn þá höfum við þetta bara frá. Þið þurfum að vita hvort hann er hitnað eða kólnað. Ef hann hitnar þá eykst viðnámið, ef hann kólnar þá minnkar viðnámið. Og þetta gefur mér hérna 2,79 ohm. Er hitastigið við 80 gráður á Celsius. Svona. Þetta er mjög einfalt. Þið bara finnið, sko veist, já, delta T-ið og þetta er alltaf hérna, 0,4 og svo þurfum við að finna viðnámið við 20 gráðnar sem við gerum þetta bara eins og vorum ekki áðan. Og svo spyr ég ykkur, hvað er viðnámið ef vírinn kólnar í mínus 20? Í mínus 20 gráður. Þá erum við ennþá náttúrulega með 2,25 ohm en þau lækka sem nemur viðnámsbreytingunni. Og viðnámsbreytingin, hún er jafnt og það er að segja, hérna, nú myndum við vera semst í plus 20 hér. Plus 20 og niður í mínus 20. Þetta er 40 gráður. Delta T er 40 gráður. Sinnum 0,004, sinnum viðnámið 20 gráður, 2,25. Og þetta gefur okkur einhverja tölu sem er breytingin á viðnáminu. Ég fæ út úr þessu 0,36 ohm, 0,36 ohm. Og nú er hann að kólna vírinn og þá minnkar viðnámið. Þannig að við drögum þetta hér frá 2,25. Þannig að viðnám mínus 20 gráður er jafnt á 2,25 mínus hérna 0,36 og lokað viðnámið er þá 1,89 ohm. Svona.
Þannig að við erum með 3 viðnám, vorum hérna með sem sagt 1,89 ohm við mínus 20 gráður og svo erum við með hérna 2,79 við 80 gráður. Plus 80. Svona. Þannig að það skiptir máli í hvaða umhverfi við erum með leiðarana. Og ef þið hafið eitthvað farið í, það heitir segulómun á spítulónum, það er svona myndgreining sem er á röntgen, stórt tæki með gati í miðjunni, þið liggið í þessu svona korter. Þar erum við með hitastig upp á, sem er næstu í alkul, það er cirka mínus 271 gráður Celsius. Alkul er þessi mínus 270 og 3 eða 2, við erum alveg bara rétt við það. Og í þessu tæki, bara sýna ykkur þetta því að við erum að tala hérna hérna kælingu og leiðurum og kollakvalli, hvernig sjúkdómum getum að nota. Þarna er þetta notað og þetta er líka notað, já, þarna allavega og stundu þegar þarf að gera mikið straum þá eru menn að kæla menn þetta niður, en sem sjáðu þið. Hér er segulómtæki, svona, stórt tæki hérna, hér er gat og hér er borðið hérna og hér er súlingurinn, höfuðið hérna á kollakvalli, hérna lappirnar svona, svo farið hérna inn í þetta. Hérna cirka í halvu, hér er cirka yfirborðið á þessu, hér er helium og hér er svona strompur, svona, og það gufar rólega upp. Í dagavísu er því safnað saman í ákveðið tæki og skilað aftur á tóni, en í gamla daga það bara gufaði þetta upp og þegar það gufar upp þá náið því hérna mínus 271 gráður Celsius. Hér í kringum ykkur, þegar farið í gatið, er spóla, fullt af vírum hérna, svona, og hér eru 2 endar á henni, svona, hérna, 2 endar. Og þið náðu ykkur í spenningjáfa hérna, sem er með cirka, segjum bara 300 ampere, hérna, setjum ekki þetta svona 300 ampere. Mikið strömmur, og flegi, bara og þegar svo búin að því, þá lokið þessum rófaðið, þeir lokið honum og aftengið spenningjáfan ykkur. Svona. Farið bara heim. Straumurinn heldur núna áfram að keyra hér í hring alveg endalaust af því sem vír er ekkert viðnám. Við þennan kulda hérna, þá er ekkert viðnám. Og hérna eru cirka 300 ampere hérna, og þau mynda mjög sterkt segursvið, cirka bara svona kannski 1 til 1,5 Tesla eftir það svona segursvið, ef þau eru með hjartagangráð eða einhvers staðar stálplötuð eitthvað í ykkur, þá getið þið ekki farið í þetta, það bara klettist í því. Það hefur gerst að menn hafa farið með stóla, venjulega skrifborðsstóla, svona stóla hérna, úr stáli, venjulega stóla úr stáli, óvart hingað inn. Þeir neglast hér í, hérna, ef þau eru á milli þeirra, þá farið bara í klessu, þetta er bara dáið. Þeir neglast hér í og þeir náið þeim ekki burtu. Þeir verið að opna rofa og þá fer allur straumurinn og þið sjóðið heliumið og það fer út úr strompinn og þið eyðið öllu gasinu. Það tekur cirka frá því að stóllinn fer í og þið takir komið að laga aftur, cirka mánuður. Það þarf að flytja til landsins fullt af gasi í gaskútum, það þarf að fá menn, tæknimenn, allavega búnað og bla 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 bla. Þetta er kallað að kvensa. Þannig að það er í svona herbyggi, þau eru lokuð og það er allt í neti í kringum það, inn í veggjónum. Það má ekkert stál fara inn í þetta herbyggi. Annað sem er farið í þetta eru slökkvitæki. Ef við hefum slökkvitæki hérna inn úr stáli, þá bara ferðu með því með hendinni, bara hingað, það neglist hér í og þið náið því ekki burtu. Nema að slökkvitækinu, sem tekur mánuð og kostar marga 10 milljóna. Þannig eru tæknimenn og heilbrigðisvísindakar aldrei farin í segulómherbyggi með verkfæratöskun ykkar eða neitt stál. En hér er dæmi það hvernig kuldi er notaður til að búa til ofurleiðara með engu viðnámi, þetta er vír með engu viðnámi, það er engin spenna yfir hann og straumurinn hérna 300 amperinn
fara hér í gegn alla eilífs á meðan að gasið í því, á meðan að helium í því. Og ný tæki eru kallað zero-helium, þar að segja þau endurvinna sem góðar upp, þannig að tæki getur vonandi bara gengið svona 20 ár á þess að þurfa að fylla á það gas. Gömlu tækin þurfa að fylla á það öðru hvoru.